skellum okkur þá yfir til Noregs. Eins og sjá má og heyra ríkti þjóðhátíðarstemning hjá andstæðingum Evrópusambandsaðildar í Noregi í nótt. Þjóðaratkvæðagreiðslan fór þannig að 5% stig skildu að já- og nei-fylkingarnar. Gro Harlem Brundtland, forsætisráðherra Noregs, lýsti því yfir rétt eftir miðnætti að já-fylkingin hefði lotið í lægra haldi. And when you ask a question in a referendum, you must always be prepared that a no can be the answer, and certainly Norway is more prepared than any other country, because we have done this before. Eftir nær stöðuga Evrópuumræðu í Noregi í 5 ár, fyrst vegna EES og svo aðildar að Evrópusambandinu, hefur orðið spennufall hér í Noregi. Máli málana síðasta árið hefur skyndilega verið ýtt út á borðinu eftir nei-kosninguna í gær og nú mun norska ríkisstjórnin þurfa að einbeita sér að því að tryggja framtíð EES og halda tengslin við Evrópusambandið gegnum þann samning. Gro Harlem Brundtland segist vænta stuðnings Svíþjóðar og Finnlands í því máli. Ósigur forsætisráðherrans í gær var stór og í leiðurum Aftenposten og Verdens Gang í dag staða Gro Harlem sögð hafa veikst svo mikið að setja verði spurningamerki við framtíð hennar í embætti, en bæði blöðin hefðu tekið ákveðna afstöðu með aðild í kosningabaráttunni. Hefði já-fylkingin átt að eiga möguleika á sigri í þjóðaratkvæðagreiðslunni hefði fylgið í Oslo og fylkjónum við Oslofjörðinn helst þurft að nálgast 70% til að vega upp andstöðun á landsbyggðinni. Já-menn fengu hins vegar aðeins rúm 65% í Oslo, sem heldur minna fylgi en í þjóðaratkvæðagreiðslunni 1972 og því má segja að Evrópusinnarnir hafi tapað baráttunni á heimavelli. Snorri Már Skúlason fyrir Stöð 2, Oslo. Já, eins og allir vita núna þá sigruðu nei-menn í Noregi. Í skoðanakönnunum þá voru þeir nú alltaf með forust en bilið var sífellt að minnka. Komu þessu úrslitir óvart, Páll? Já og nei. Ég hafði þá tilfinningunni að aðildin yrði samþykkt eftir niðurstöðu kosninganna í Finnlandi og sérstaklega Svíþjóð. En vilji þjóðarinnar var annar og það var gott að hann skyldi koma í ljós. Út frá norðmönnum og eins og ég þekki þá kom þetta mér ekki á óvart. En ég held að það skipti kannski norðmenn ekki alveg eins miklu máli eins og Svía. Norðmenn eru afskaplega sterkir fjárhagslega í dag, þeir eru mjög efnaðir. Þeir hafa litlar erlendar skuldir, mikla olíu, eru mjög auðugir og ekki eins háðir þessum aðgangi að Evrópumarkaðnum eins og til dæmis Svíar og Finnar. Guðrún, í hvaða stöðu setur þetta okkur Íslendinga? Ég held að þetta breyti mjög mikið umræðunni hér. Að ef við hefðum verið utan við þetta, ef Finnland, þetta mikla kerfi sem átt að flæða yfir okkur, fyrst Finnland og síðan Svíþjóð og svo Noreg, og svo hefði við þá verið næst og ég býst að það hefði breytt umræðinni mjög mikið hér. Það sem mér fannst mjög athyglisvert með niðurstöðuna í Noregi, ég var þarna úti þegar að kosningarnar voru í Svíþjóð og þá var bara hálfur mánuður í kosningarnar í Noregi og það var mikil stemning í Oslo og í sjónvarpinu og svona. Og þá sá maður að stærstu stjórnmálaflokkarnir og foringjar þeirra voru jámenn og vinnuveitendasambandið og stærstu blöðin og það er sérkennilegt að sjá hvernig grasrótin í rauninni náði þarna yfirhöndinni þrátt fyrir þessa stöðu. Og það sem mér fannst líka athyglisvert hvað umræðan var á háu plani, hvað það voru góðar upplýsingar sem fólk fékk til þess að byggja sína afstöðu á og það vantar okkur hér heima algjörlega. Og mér fannst fólk tala bara nei-fólkið sagði þetta var sigur lýðræðisins og við erum sjálfstæð þjóð áfram. Mér fannst þetta vera grundvallaratriði þeirra málflutningi og það var mjög athyglisvert að sjá þetta og ég held að við þurfum að læra mikið af Norðmönnum þótt við tölum stundum að þeir séu dálítið púkó og fara svo klukkan 10 að þá þá er gerð mjög sterk krafa til upplýsinga að það sé á háu plani og mér fannst fólk sem var talað við á götum úti vita miklu meira þessa hluti
heldur en sko við höfum nokkuð tíma gert og við þurfum að fá hjálp frá þeim bara til þess að uppfræða okkur hér heima þetta. En það út af þessu ekki skrítið að við skulum vera svona aftarlega á meirinni hvað þetta varðar því að pólitíkusar eru hér að segja hver á fætur öðrum þetta mál ekkert á dagskrá. Það má ekki tala þetta, það ekkert á dagskrá fyrir einhvern veginn eftir aldamót að við ætlum að ræða ESB. Það einmitt það sem ég og margir aðrir að segja, auðvitað málið á dagskrá, annarkvort væri nú. Að öll Evrópa að sameinast í eina heild og við Íslendingar hér upp í Norður-Atlantshafi við erum svona bara stíkt frí og vitum ekkert hvað málið snýst og viljum ekkert ræða það. Og stjórnmálamenn og stjórnmálaflokkar í stórum stíl segja þetta mál ekkert á dagskrá, við skulum ekkert ræða það strax. Þannig að það auðvitað athyglisvert að Guðrún, þú skulle segja þetta að þú skulle hafa tekið eftir því hvað Norðmenn voru vel upplýstir og við ekki, en það ekkert skrítið. Það sem eins og varðandi Norðmenn út af fyrir sig að þá kom mér það nú dálítið á óvart. Ég átti satt að segja von á því að þessi dómínóregla að hún myndi hafa þau áhrif að Norðmenn myndu segja já, en á hinn bóginn þá geta þeir sagt nei vegna þessara sterku stöðu sem þeir hafa fjárhagslega og efnahagslega. Þetta hefur hins vegar áhrif svona dálítið misvísandi á okkur Íslendinga. Góðu tíðindi niður þau að Norðurlandasamstarfi held ég að hafi sloppið fyrir horn með þessu því að sannleikurinn sá að ef að Norðmenn hefðu farið inn þá held ég að veruleikinn hefði orðið sá að Norðurlandasamstarfi þetta hefðbundna sem við þekkjum að það hefði svona hægt og bítandi dáið út og það hefði orðið skelfileg niðurstaða fyrir okkur Íslendinga held ég. Gefur þetta EES nýtt eða meiri lífslíkur? Ég nú sammála Guðrúnu því að ég held því miður að þetta drepi í dróma þessa nauðsynlegu upplýsandi umræðu sem hér þarf að fara fram á Íslandi og menn segir bara að fyrst að Norðmenn fari ekki að þá gerum við bara ekkert, við skulum bara sjá hvað setur og bíða fram til aldamóta. Ég hef áhyggjur að það gerist. Ég hins vegar ligg ekki á þeirri skoðun minni að ég held að við þurfum að kafa alveg til botns í þessu máli og fara ofan í það og ræða það úr frá efnislegum forsendum. Hvað í þessum pakka sem slæmt og hvað í honum sem gott og málin þannig niður sett að þetta eitthvað sem við eigum að skoða og jafnvel sækja og síðan kemur að því einhvern tímann mér finnst alltaf menn ræða málið á þeim grundvelli að það geti einhver Jón Baldvin eða einhver Davíð eða einhver Ólafur Ragnar eða Svavar sett okkur bara inn í ESB án svo nokkur sé spurður það. Eða Jóhanna Sigurður. En það auðvitað kemur að þeim punkti sem að Norðmenn voru einmitt að upplifa að þjóðin auðvitað hefur síðasta orðið og kemur til með að segja já eða nei. En nú sagði þjóðin nei með ekki miklu mun. Þetta nánast jafnir hlutar sem þjóðin klofin í. Hvað segir þú, Páll? Verður þessi þjóð í tveimu fylkingum eða sér hana sameinast? Nei, já, auðvitað gerir hún það og ég held að þeir sem vildu ganga inn í bandalagið, þeir vissu það náttúrulega að Norðmenn geta alveg lifað utan þess. Og ég minni nú á það að aðalforstjóri stærstu efnahagssamsteypu Norðmanna, forstjóri Orkla, hann var á móti aðild og hann sagði við þurfum það ekki vegna þess að við erum efnahagslega svo sterkir. Ég held eins og með okkur Íslendinga sé þessu allt öðruvísi farið og það hefði reyndar verið mjög slæmt fyrir okkur ef Norðmenn hefðu gengið inn fyrst og fremst vegna þeirrar aðstöðu sem þeir hefðu þá komist í varðandi sjávarútvegsstefnu ESB. Nú það sem betur fer þannig að þeir fóru ekki inn og þess vegna eigum við núna tækifæri á því að hefja okkur meira til áhrifa þar. Við eigum hins vegar alla þessa kynningu eftir. Hún tekur örugglega 2-3 ár, þetta kynningarferli. Ég persónulega tel hins vegar að íslensk stjórnvöld ætti að hugleiða það að hefja undirbúning að aðildarumsókn og láta á þetta mál reyna. Stjórnmálamenn vita alveg hvaða kröfur þjóðin mun gera þegar að hún gerir upp hug sinn. Hún mun gera þær kröfur að við fáum góðan sjávarútvegssamning. Og nú það stjórnmálamannanna að fara í þennan slag og reyna að ná fram slíkum samning. Því að ef okkur tækist það og við gætum gengið í bandalagið til að mynda einhver tíma fyrir aldamótin á undan Norðmönnum, þá það alveg ljóst að áhrif okkar á mótun nýrra sjávarútvegsstefnu bandalagsins gætu orðið mikil. Okkur mjög til hagsbóta. Ef að þjóðin fengi tækifæri til að tjá hug sinn þetta mál, hvað heldur þú, Guðrún? Myndi hún gera það eftir að hafa kynnt sér efnislega nákvæmlega hvað máli snýst eða á einhverjum tilfinninganótum? Ég get ekki svarað þessu. Ég myndi auðvitað vona að hún kynnti sér málið og tæki ákvörðun á þann hátt. En það auðvitað með þjóðir sem eru nú ekki stærri, ég vil ekki segja smáþjóð, en við erum fámenn þjóð,
að við erum dálítið mikið á tilfinningunum og við erum mjög ung þjóð, við erum sjálfstæð þjóð, það er okkar kynslóð sem hefur aldrei upplifað það að vera undir dönskum kongi og þetta gæti orðið mjög erfitt hjá okkur eins og það var í Noregi. Og þegar að Páll segir að þjóðin muni ekki splundrast, norska þjóðin, þá held ég að það sé rétt. En ég veit ekkert hvað hefði gerst ef þjóðin hefði sagt já eða þessi naumi meiri hluti hefði sagt já. Þarna kusu Norðmenn í rauninni óbreytt ástand. Þeir ákváðu að ganga ekki inn í þetta Evrópusamstarf á þennan hátt og það skiptir máli. Það sem ég fannst líka þroskamerki hjá Norðmönnum var hvernig Gró var meðhöndluð, forsætisráðherra sem hafði í rauninni lagt allt undir annað en það að hóta afsögn. Og það hefði verið óheiðalegt af henni að gera það. Hún gerði það ekki og þegar hún spurð, ég held hún myndi segja af sér. Þegar hún spurð, ætlar að segja af þér, þá sagði hún nei. Og það kom engin krafa frá öðrum það. Við bara breytum því í næstu kosningum, sagði formaður Miðflokksins sem sigurvegari þessar kosninga. Mér finnst það skipta mjög miklu máli. En þegar við erum að tala Evrópusambandið og samstarfið á Evrópuvísu, þá ég því mjög hlynnt, menningarsamstarfi. Við erum til dæmis núna hjá Reykjavíkurborg að undirbúa umsóknum að við verðum menningarborg Evrópu og það Evrópusambandið sem útnefnir borgir, lætur það hafa slíka titla árið 2000. Þannig ég mjög hlynnt slíku samstarfi og það hefur alltaf verið. En mér finnst þetta dálítið þröng umræða. Sérstaklega þegar við fréttum það núna í vikunni að hvernig Bandaríkjamenn fóru með GATT-málið sem getur haft miklu meiri áhrif á heimsviðskipti heldur en þessi litla klíka sem Evrópa. Það eru 94% íbúa jarðarinnar utan Evrópu. Þetta svo lítill klúbbur, Evrópuklúbburinn. Jú, en hins vegar skiptir hún okkur. Skiptir okkur miklu meira máli en nokkuð annað svæði. Ég alveg sammála því skiptir okkur verulegu máli og gott samstarf og góðir samningar við Evrópusambandið og við Evrópu skiptir okkur verulegu máli. Það enginn að gera lítið úr því. Hins vegar dálítið fróðlegt að fylgjast með þessari umræðu í ljósi þessari EES-umræðu sem að tröllreiði nú þjóðina á sínum tíma og voru miklar pólitískar deilur það hvort við ættum að fara þarna inn og miklar heitingar. Ég heyri ekki nokkurn mann hreyfa því til eða frá lengur að hafa verið spurning það að væri þar innan borðs. Ekki nokkur stjórnmálaflokk eða stjórnmálamann sem að reis upp og sagði að væri verið að selja landið í hendur útlendingum. Já, þeir gerðu það. Jú, þeir gerðu það á sínum tíma. Áður en við gengum inn. Áður en við gerðum samninginn. Já, núna vilja allir hverði hafa þetta. Nei, það ég nú ekki viss. Ég nú ekki sammála því. Ert þú á móti EES til dæmis, Guðrún mín? Þetta leggur á okkur Þú varst á móti á sínum tíma, ertu það núna? Sko, ég ætla að nefna eitt dæmi. Ertu það núna eftir að fórstu borgarstjórnar bara svona? Ég get skipt skoðun. Til dæmis bara sem borgarfulltrúi, þetta hefur lagt á okkur vissar skyldur. Ég ætla nú kannski ekki að byrja að tala hér holræsagjald, en ég held ég verð að gera það. Að samkvæmt þessum EES-samningi sem við höfum gengist undir, þá erum við til dæmis að Býtu verða EES að kenna að koma holræsagjald í Reykjavík? Guðmundur, þú ert mjög skemmtilegu maður í dag. Nei, þá eru vissir staðlar sem við erum að undirgangast og við verðum að til dæmis að hafa holræsamál í lagi hjá okkur og auðvitað viljum við það líka að við ætlum að kalla okkur matvælaþjóð. Ertu ekki sammála því, Páll? Jú, það EES leggur fullt af kröfum á hendur framleiðenda. Mun ríkari kröfur á okkur heldur en við settum á okkur sjálf og það jákvætt, þessi umhverfisskattur og þá þurfum við auðvitað að halda áfram, það er ekki hægt að hætta við í miðju kafi og viljum það ekki heldur og þess vegna til dæmis verðum við að verja 8 milljörðum króna á næstu 10 árum í holræsaframkvæmdir og við viljum auðvitað gera það. Við komum kannski inn á holræsaframkvæmdir á eftir. Þetta punktur sem ég aðeins bæta við, þetta punktur sem menn gleyma dálítið því að sumt náttúrulega slemmt sem við erum að fá frá útlöndum en annað bara virkilega gott og það verið, Evrópubúar á undan okkur í fjölmörgum málum eins og umhverfismálum, þar sem að þeir eru að setja okkur á hendur okkur kröfur sem við þurfum að standa við sem auðvitað bætir okkar umhverfi og lífskilyrði og við pólitíkus að verðum að breiðast við því. Þannig að við skulum ekki gleyma þeim þáttum. Þessar reglugerðir einmitt sem að koma yfir atvinnulífið og náttúrulega yfir ríkin sem slík, það þarf að breyta lögum og annað slíkt og svo kom upp máli eins og holræsamáli.
að mínu mati mjög til góðs og styrkja sem sagt samkeppnisstöðu atvinnulífsins til að mynda og bæta vonandi lífsskilyrðin í landinu líka. En þarf svona samninga til þess? Getum við ekki bara sýnt þetta frumkvæði sjálf? Þurfum við að undirrita einhverja samninga til þess að halda landinu okkar hreinu? Gerum við nokkuð fyrir okkur slíkt við verk? Stundum virðist það vanta sko, það þurfi svona hvata einhver staðar að en auðvitað getum við það og eigum að gera það. Ég held bara að við séum þannig þjóð, við erum það miklir veiðimenn að við gerum helst ekki hlutina nema okkur sé sagt að gera það, nýja hluti og breyta. Mér finnst þetta bara niðurlægjandi, ég bara mótmæli þessu. Ég tel að þjóðin hafi mjög mikinn metnað einmitt á þessu sviði í umhverfisvernd. Jú, hún hefur heilmikið metnað en það þarf alltaf einhver til þess að leiða aðgerðirnar, til þess að leiða það hlutirnir séu framkvæmdir. Ég held að við séum fullfær það sjálf í þessum málum, en auðvitað er gott að fá aðhald erlendis frá. En það innra aðhaldið er langöflugast og best.